Þá skulum við fara inn í kennsluna og opna Biblíuna saman þar sem við ætlum að byrja að fara í fyrstu konungabók. Og eins og ég nefndi, við ætlum að spjalla Jezebel. Fyrsta konungabók, kafli 16:29. Fyrsta konungabók 16:29. Já. Akab, sonur Omri, var konungur yfir Ísrael á 38. ára Asa, konungs í Júda, og hann ríkti yfir Ísrael í Samaríu 22 ár. Akab, sonur Omri, gjörði það sem var illt í augum drottins og hegðaði sér verr en allir þeir sem höfðu verið undan honum. Og hann lét sér ekki nægja að drýja sömu syndirnar og Jeroboam Nebótason, heldur gekk hann að eiga Jezebel, konu Edbals Sídóninga konungs. Fór hann þá og þjónaði Baal og tilbað hann. Og hann reisti Baal altari musteri Baals hann hafði gjört látið í Samaríu. Akab lét og gjöra Aseru og hann gjörði enn fleira til að egna drottin Guð Ísraels til reiði framar öllum Ísraels konungum sem undan honum höfðu verið. Svona byrja sagan þennan konung sem að ríkti 874 til 853 fyrir Krist. Og hann tekur þessa konu frá Sídon sem nágranna byggð sem eru Kananítar og þeir eru Baal-stýrkendur og gerir hana drottningu sinni. Hún flytur inn 450 Baal-spámenn með sér og 400 Aseru-spámenn sem borðuðu við borð hennar. Þannig að við erum 850 falsspámenn sem að starfa fyrir þessa konu. Og við vitum þá í Gamla testamentinu úr lögmálum að Guð var búinn að banna gyðingunum að taka sér erlendar konur á þjóðunum í kringum svo við færu ekki að tilbiðja þá Guði í kjölfarið. Þannig að þetta afleiðingin af því að hann giftist henni og þar með tekur þá falsk trú inn í Ísrael. Og það sérstaklega tilgreint að Guð stóð mjög í gegn þessu. Nú, reiði drottins kom yfir landið eins og mjög algengt í Gamla testamentinu eftir konungum, hvort það voru góðir að slæmir. Hvað gerist í kjölfarið? Til að fara svona hratt yfir. Jezebel, hún útrýmdi spámönnum drottins og Elía var einn eftir, að hann hélt allavega. Við vitum að Óbadía faldi þarna ákveð af spámennu líka, en hún var að hundelta það. Í fyrsta konungabók 18. kafla þá skora Elía á spámenn Baals á Karmel fjalli. Og við þekkjum þessa sögu. Það er búið að vera mikil þurrkur í Ísrael sem að Elía talaði fram fyrir orð drottins. Og hann skorar á þessa falsspámenn til þess að gyðingarnir myndu velja hverju þau ætluðu að fylgja. Ef að Jehóva Guð hinn eini sanni Guð Ísrael, fylgi honum. Ef að Baal sá hinn eini rétti, fylgi honum. Og það mikið þarna kennsla á þessu fjalli og ef þið þekki skoðuna, ef þið hefur skoðað söguna, þá segir hann falsspámönnum að setja upp altari og svo setur hann upp altari og þeir dönsuðu í kringum altari Baals í marga klukkutíma og það gerist ekki neitt. Og hann fer að hæða þá. Bara hann fann í sumafrí? Baal sofandi og verið að gera grína þeim? Og þeir að labba svona haltrandi eins og heiðnu þjóðarna gerðu og var að rista sjálfur sér svona skinnsprettum. Rífa húðina á sig með svipum. Og það gerist ekki neitt. Og svo sneri hann sér að Guði og hann lét bleita altarið þrisvar. Allt saman. Þannig að það var ekki séns að var þetta svindla. Og svo kallaði hann á drottin að sýna öllum að hann hinn eini sanni Guð og Guð svaraði með eldi og kveikti í öllu sem var á altarinu. Og það var öllum ljóst hver var Guð í Ísrael. Hvað gerist í kjölfarið? Hann léti slátra öllum þessu Baal-spámönnum á einu bretti. Halleluja. Þegar Jezebel fréttir þetta og Akab sá þetta allt saman, hann var vitni að þessu. Og svo í kjölfarið þá talar hann Elía og talar það fram að það komi rigning aftur yfir og það gerist.
Þegar Jezebel fréttir þetta verður hún brjáluð og hún hótar að drepa, hún sendir boða undan sér að alveg eins og þú gerði við spámi Bals og hún mun fara fyrir þér. Og hann flýr undan. Og hann fer út í eyðimörkina og alls konar hluti sem gerðist. En við sjáum viðbrögðin hjá Jezebel. Þetta eru fyrstu viðbrögðin sem koma þarna. Og hún ætlar að slátra manni Guðs, sem talar orð Guðs og sem talar fyrir Guð. Þetta er svona fyrstu fréttinni sem fáum af henni. Nú, í fyrstu konungabók 21. kafla, þá girnist Akab víngarð Nabóts. Og þessi víngarður var búinn að vera í eigu Nabóts og hann var alveg við höll konungs. Hann fer til Nabóts og býður honum að hvort hann megi kaupa hann eða gefa honum betri víngarð. Nabót neitar, að þetta er búið í fjölskyldusögunni, og hann fer með í sinni höllina. Jezebel drottning kemur á hann og segir, hvað er að elska mín? Af hverju líður þér svona? Af hverju ertu ekki glaður? Og hann fer að kvarta yfir henni hvað Nabót hafi sagt. Og hún rís upp. Ég skal sjá þetta, elskan. Og fyrir fulltingi konungs, í hans valdi, stígur hún fram og fær sitt fram í gegnum vald konungsins, mannsins. Þetta er númer 2 sem við sjáum hvernig Jezebel í Biblíunni starfar. Hún fær sitt fram, sama hvað. Og hvað gerist í kjölfarið? Hvernig gerir hún það? Hún segir við hann, er það ekki þú sem hefur valdið? Og hún spilar inn á valdið til að stjórna. Hún svarar þessu með að láta boða föstu yfir alla herrana, stóru kallana í ríkinu og þar kemur svona yfirskyn trúræknis. Hún gerir það í yfirskyn að hún segi gera gott. Hún lætur kalla fram föstu, hér er eitthvað búið að gerast og svo þekkjum við söguna að lætur hann sitja efst við borðið og svo vildamenn í kringum og þeir sem myndu falslega ákæra hann fyrir guðlast. Þannig að hún kemur fram sem guðleg kona en undir með manipulation og stjórnun, þá fær hún til þess að ráðast gegn réttlátum manni og láta hann drepinn. Af því að hann var svo vondur maður og hann hafi guðlasta. Sjáu þið hvernig hún rangsnýr öllu þarna. Ok. Jezebel stjórnar gegnum undirgefinn mann eða yfirvald. Og í þessu tilviki konunginn manni sinn. Hvað gerir svo í kjölfarið? Í 2. konungabók 9. kafla, þá er Elísa komin til sögunnar, sem tekur við af Elía sem spámaður í Ísrael. Og Elísa smyr Jehu sem nýjan konung yfir Ísrael. Dauði Jezebelar gerist í kjölfarið að Jehu snýr að höllinni og henni er kastað út úr glugga af höllinni af þjónu sínum að boði Jehu. Lík hennar er étið af hundum eins og Elía hafði spáð fyrir. Það eru endalokin hennar. Hún kemur, lesum hérna 2. konungabók 9:30. 2. konunga 9:30. Hvað var það undan því? Var það 1. konungabók? Við erum búin að vera í 1. konungabók 16, 29, 18, 18 og 19, 1 og 21. 19, 1 og 21. Já. Varstu búin að segja að hann var drepinn, hann Nabót, varstu búin að segja það? Já, Nabót var auðvitað drepinn, ég var búin að segja það. Það var búin að segja það. 2. konungabók 9. kafli 30. Nú kom Jehu til Jezreel, en Jezebel frétti það, þá smurði hún sig í kringum augun, skrýddi höfuð sitt og horfði út á gluggann. Hérna kemur enn eitt fram hvernig Jezebel kemur. Það er eitthvað að gerast, hún puntar sig til, gerir sér reiðubúin og kemur oft fram svona með að tæla. Og hún ætlaði að tæla hann.
Og Jehu kom í hliðið, kallaði hún, hvernig líður Simri sem myrti herra sinn? En hann leit upp í gluggann og mælti, hver með mér? Hver? Og þegar 2 eða 3 hirðmenn litu út til hans, þá sagði hann, kastið henni ofan. Og þeir köstuðu henni ofan og slettist á blóð hennar á vegginn og hestana og tróður hana undir fótunum. En hann gekk inn og át og drakk. Síðan sagði hann, lítið eftir þessari bölvuðu konu og jarðið hana, því að konungsdóttir hún. Þá fóruðu til þessa jarðana, en fundu ekkert af henni nema hauskúpuna og fætur og hendur. Og þeir komu aftur og sögðu honum frá, mælti hann, rætast nú orð drottins, þau hann talaði fyrir munn þjónsins Elía frá Tísbe. Á landareign Jesel borgar skulu hundar eta hold Jesebelar og hræ Jesebelar skal liggja í landareign Jesebel borgar sem tað og túni, svo að menn skulu ekki geta sagt, það Jezebel. Hræðileg örlög þessara konu. En þarna nokkuð punktar komni fram hvernig þessi andi starfar áframhaldandi og við förum inn í það á eftir. Til að fara eitt stað í viðbót í Biblíunni sem Opinbera bókin 2. kafli, síðasta bókin í Biblíunni. Og Opinbera bókinni skrifuð á 1. öld eftir Krist af Jóhannesi sem var auðvitað og gekk með Jesú. Þarna sjáu þið, það eru mörg hundru ár liðin á milli, en það enn verið að tala Jezebel. Að þetta ekki bara kona úr 1. konungabók, heldur Jesús ávarpar þetta í Opinbera bókinni. Munið Opinbera bókin, það Opinberun Jesú Krist, það Jesús sem að tala hérna. 2, 20-23. Ég ætla að byrja í 19. Ég þekki verkin þín, hann að tala til Þýatýru kirkjunnar. Ég þekki verkin þín og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt. Sjáu, hann nefnir þessa góðu hluti sem hann sér hjá kirkjunni. Að verk þín hinn síðar eru meirinn í fyrri. En það hef ég á móti þér að þú, takk eftir þessu orði, líður Jezebel. Þú líður hana. Konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu. Þetta mikilvægt. Jesús að aðvara kirkjuna, það fullt af góðum hlutum í gangi hjá þér. Systur og bræður, það fullt af góðum hlutum sem það að gera. En þú líður þessa konu sem að stígur fram með stjórnun, manipulation og ráðskast með og ætlar að fá sem fram þátt að þurfa að drepa menn. Og ræðst gegn þjónum Guðs. Hún segir sjálfa sig vera spákonu. Jesús ekki að segja hún spákona. Hún segir sig vera spákonu. Geymið þetta. Og kennir þjónum mínum og afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helga skurðgóða. Ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun. Og láta á hórdómi sínum. Og svo heldur sagan áfram þarna, en ég ætla að stoppa hér. Hvað fáum við út úr þessu? Þegar Jezebel segir sjálf sig vera spákonu, þá kemur það fram svona. Heilagur andi sagði mér að þú. Fylltu inn. Guð sagði mér. Og við vitum alveg að Guð gefur gjafir. Já, Guð gefur spákansgáfi, já. Guð gefur þekkingar orð inn í aðstæður. En þegar þið farið að nota þetta til að fá eitthvað annað fram en það sem að Guð vil gera, þá þetta alveg stjórnumatæki. Og þar liggur hættan fyrir kristna þegar þeir hlusta okkur aðra að segja Guð sagði mér. Og það getur jafnvel verið alls konar þvæla. Sjáðu muninn, segir sér sjálfa að vera spákonu. Hún sjálf skipuð rödd Guðs. Hún kemur með falskenningar og þarna þurfa að hafa orð Guðs til hliðsjónar til að greina þegar Jezebel kemur með falskenningar. Svo sjáum við Jezebel koma fram á öðrum stað í Nýja testamentinu. Munið hvað það er?
Muni eftir það Jóhannes skírari kemur fram. Hann fer út í eyðimörkina og hvernig hann var og lifði er sama lýsing og hvernig Elía lifði. Mjög sérstakt. Og hann predikar og undirbýr veg drottins. Svo kemur Jesús fram þegar hann var búinn að ryðja jarðveginn. Og það stendur í Malaki, síðasta kaflanum, áður en ákveðnu hluti gerast, mun ég, Guð, senda Elía aftur. Og þess vegna það Jesús er að stíga fram og fólk er að spyrja, hver þú? Þá spyrja, ertu spámaðurinn? Ertu Elía? Og Jesús svaraði að hann er ekki Elía, en hann svarar á ákveðnu tímapunkti að Jóhannes var Elía. Og þá skoðum við sögu Jóhannesar. Þegar hann var handtekinn og var í fangelsi munni, þá var konan Herodías, sem var kona Herodesar, sem að hann hefði tekið í hordóm. Hún var gift bróðir hans Filipusi. En Herodes tekur hans þessu konu og Jóhannes talaði gegn því. Þetta er ranglæti, þetta er synd. Og þess vegna var hann handtekinn og var í fangelsi. Og Herodías hataði hann fyrir það, að því hún talaði gegn sér, að hún var að gera eitthvað rangt. Og þetta er nákvæm mynd eins og með Jezebel, sem starfaði gegnum konung sinn Akab. Þarna var Herodías að fá sitt fram í gegnum dóttur sína, með því að láta dóttur sína dansa muniði, og að lokum þá bað hann haus Jóhannesar skírara á silfurfati. Hún mátti fá hvað sem en hún hataði spámann Guðs. Og þannig starfa andi Jezebelar í gegnum söguna með Jóhannes skírara. Og þess vegna segir Jesús, Elía er komið fram, það var Jóhannes. Þannig við sjáum þennan anda Jezebelar starfandi aftur og aftur söguna. Og svo talar Jesús það 70 árum seinna. Ég hefði það gegn ykkur þau umberið konuna Jezebel. Og hann segir konuna, en auðvitað er hann að tala þennan anda sem er á bakvið þetta. Og þess vegna langar mér að tala þetta í kvöld, að því að þessi andi er rosalega ríkjandi víða í kringum okkur. Og það er að fyrsta sem er gott að greina, að það er þessi stjórnun að fá sitt fram. Kemur þetta yfirskynni guðurhærslunar. En þegar allt kemur til alls og þú fyrir að skoða málum betur, þá sjáu ýmislegt og rótuðu bak við. Ég tók þessa bók með, ég nota hana meðal annars, ég las 3 bækur nýlega, ég var að stúdera þetta fyrirbrigði sem Jezebel andin er og hvernig hann starfar. Og ég er búinn að horfa mikið af upptökum frá kennslu Jezebel og reynslu manna sem hafa átt að díla við hennan Jezebelanda og reka nú fólki. Og ég hef sjálfur reynslu af því þar sem að ég hef átt við manneskjur með sterkan Jezebelanda í sér sem stýrir og stjórnar öllu í lífi þeirra. Og það er rosalega erfiðar aðstæður að glíma við. Og manneskjur sem er undir þessum anda, hún í mörgum, eða ekki flestum tilvikum, bara áttar sig ekki á því. En við förum betur út af það eftir hverjar eru afleiðingarnar og hvers vegna fólk fær þennan anda. Nú ætla ég að fara í skilgreiningu. Og ég hef þessa bók að mestu leyti sem ég ætla að lesa núna fram og ég svona kommentaði úr af því mér fannst þetta svo vel útskýrt. Það fyrsta, nafnið Jezebel er flokkun tiltekinna anda. Þetta er ekki einn andi sem er bara í einni mannesku. Þetta er ákveðin staður í stjórnkerfi óvinarins sem að andar geta unnið sig upp í stöðu. Þannig að það geta verið milljónir Jezebel andar að stöðum á jörðinni. Af því 1/3 af öllum föllnum englum eru margir. Það eru milljarðar og milljarðar ofan af englum til og 1/3 fjall, segir Biblían. Þannig að það er fullt af öndum sem taka sér stöðu Jezebel af því þeir hafa áunnið sér þá stöðu. Skiljið, þessin eru margir Jezebel anda til á jörðinni. Í samræmi við ákveðna virkni og einstaklingsbundin einkenni eins og ríki myrkursins er sett upp. Það eru margir Jezebel andar að verki að framkvæma það sem þessi flokkur anda gerir á sinn einstaka hátt. Einkennin eru
Stjórnun, ráðskast með fólk til að fá sitt fram, galdrar, andleg uppreisn, tæling, eyðilegging. Og þegar ég fer að lesa yfir þennan lista, þá örugglega eftir að poppa upp í huga ykkur einkenni í fólki sem er í ykkar lífi eða hafa verið í ykkar lífi sem þið bara svona getið bent á þetta já. Þetta eru einkennin og svo er það misjafnlega hversu mikið fólk hefur í svona lífi. En ég ætla að hvetja ykkur líka, förum í sjálfskoðun þegar ég lesa þennan lista og sjáum við hvort það er einhver einkenni í okkar lífi sem við viljum þá bara gera upp við Guð. Lesa aftur, þetta var stjórnun, tæling, eyðilegging. Að ráðskast með, andleg uppreisn, tæling og eyðilegging. Númer 1, trúarleg. Og munið það ég lesi þetta, ég er að tala hvernig andinn virkar. Ég er ekki að tala eina mannesku, bara hvernig andinn starfar. Manneska sem er haldin Jezebelanda kemur fram sem trúrækin. Ég með allt á hreinu. Ég er að ganga með Guði. Hún hefur yfirskinn trúarlegs virðuleika. Hún höfðar til trúarlegrar tilfinningasemi og sýnilegrar guðrækni. Sýnileg. Það er vanalega dulbúningur hennar. Hún kemur í prestlegum klæðum með trúarlegu tungataki og fölskum andlegum hvötum. Og við sjáum áðan, hún mútar mönnum til að kæra Nabóð fyrir guðlast. Númer 2, stolt. Yfirgengilega stolt. Hrokafull, sjálfum glöð. Sjálfstraust. Hún telur sig æðri og fremri öðrum. Montinn sýnir ósvífni og vanþóknun. Jezebel er einnig andi galdra og galdrar eru sama og uppreist, segir Biblían. Hún móðgast mjög auðveldlega en móðgar sjálf allan daginn. Og þegar ég segi hún, manneskja sem er haldin þessum anda, andinn á henni ekki en hún er undir valdi þessa anda, getur verið maður eða kona munið. En Jezebel er vanalega þekkt undir kvenlegu yfirskinni. Og ég held að þessi fleiri konur en karlar sem hafa hennan anda út af því sem ég útskýri svo eftir. En það getur verið karlmenn alveg jafnt. Númer 3, dómharka. Mjög gagnrýnin og dómhörð. Miskunnarlaus, vægðarlaus, grimm, gefur hörð viðbrögð. Samviskulaus, harðbrjósta. Fólskuleg, kaldgæðja, ósveigjanleg. Sýnir fyrirlitningu og virðingarlaus. Staðföst, þrjósk og þrautseig, fastheldin, ögrandi og illskeytt. Æðir beint og ákaft af stað. Án samúðar eða vorkunnar, ákveðin andi. Dæmi, sýnilega mest andlega manneskjan í kringu þig, en er samt svo þurra mannin. Mikil bókstafstrúa manneskja, særandi og hranaleg. Og ég skal setja þessa glósur inn á Facebook síðuna, þannig að þið þurfi ekki að glósa allt sem ég segi, heldur bara verið opið fyrir því sem ég er að segja. Og ef það sé spurninga þá punktið það niður. Er þetta að byrja að kveikja okkur perum hjá okkur? Stjórnsöm, númer 4. Enginn segir þeim hvað þau eiga að gera. Vill fullkomna stjórn og ekkert minna. Allri mótstöðu verður að vera útrýmt. Jezebel tekur ekki sönsu og meðtekur engar skorður á áætlun sinni. Það er alveg bannað að dæma hana. Ef þú segir nei við mannesku með Jezebelanda, þá ertu komin í stríð. Og ég vil lent í stríði. Það er alvöru fjör. Jezebel einangra þig frá vinum og fjölskyldu
og gefið þér gjafir til að geta stjórnað þér. Sjáu þið. Og það getur komið svona, ég gaf þér pening, nú hef ég rétt á að segja þér hvernig þú átt að lifa. Kemur með undirlega eitthvað skóðs, en það er alltaf eitthvað sem hangir á spýtunni. Og Jezebel gerði þetta í Biblíunni líka. Hún sótti Nabóts vingard til þess að eiga inni hjá Ahab manni sínum, stjórnum. Fólk með Jezebelanda þola ekki ef að plön breytast á síðustu stundu. Þá eru þau ekki við stjórn. Númer 5. Ráðskast með fólk eða manipulata. Þau skulu fá sitt fram. Tvöfeldni, fölsk, útsmóin, lævís, slóttug, brögðótt. Jezebel hefur 1.000.000 andlit sem flest líta út skaðlaus. Hún er klædd heiðri, er hvetjandi og smjaðrar, kemur sér í mjúkin hjá öðrum með andlegum gjöfum sínum og lætur það líta út sem að ekkert hangi á spýtunni. En svo er aðeins í byrjun, hið rétta andlit mun koma fram síðar. Bara spurningum hversu lengi mannska getur falið sig. Koma fram ljúf og saklaus, en það er fals. Manneskjan er ill á bakvið luktardyr. Númer 6. Sundrung. Það er alltaf rígur í kringu Jezebel. Það eru deilur, þrjóska, ósveigjanleiki, afbrýðsemi. Rífast yfir smálegum og fáránlegum hlutum. Eiga erfitt með að viðurkenna að þau höfðu rangt fyrir sér eða biðjast fyrirgefningar. Málið snýst alltaf að halda þér ábyrgum fyrir þinni synd, en aldrei sjálfur sér. Kennir öðrum þegar sökin er hennar. Til dæmis, ég má alveg segja þetta, þú átt ekki að móðga svona auðvitað. Tala frammi við þig til að hafa stjórn á samræðunum. Númer 7. Fyrirlítur yfirvald, sérstaklega karlkyns. Ræðst oft gegn leiðtogum, þessi svona og svona með undirferðni. Dreifa slúðri fórnarlömb sín og reyna að fá fólk gegn þeim. Tjáir sig og lýsir illum hvötum fólk Guðs og sáir fræjum illinda. Algengt er að Jezebel reyni að ná hefndum á þeim sem hafa sigrað hana með því að áreita viðkomandi, til dæmis með endalausum SMS-um eða símhringingum. Jezebel ber andúð gegn fólki, sérlega þeim sem hafa ekki beitt sig fyrir henni. Númer 8. Hún talar óljóst svo hún getur neitað í seinna sem hún sagði eða vildi. Þannig felur svo bak við misskilnings þíns. Tekur ekki ábyrgð á orðum sínum. Haldast oft illa í vinnu. Næsta vanalega er Ahab narri og munur úr Biblíunni stjórnar í gegnum ykkur leiðtoga sem Guð hefur sett fram. Og þessi Ahab sem er narri Jezebel er þá svona jámaður eða kona sem er klappstýra og sammála öllu sem Jezebel segir eða gerir eða þorir ekki andmælinni. Jezebel sýnist til dæmis í tónlistarmyndböndum, til dæmis í sjónvarpinu eða bíómyndum og blöðum, þar sem er glamúrísk tælandi kona sem er með þetta hérna, komdu hingað en snertu mig ekki. Attitude. Eða stælar, svona tælandi hæðni, hroki og djöfulugu þokki. Reynir að tæla menn en þeim mega ekki snerta hana. Það er Jezebel. Annað dæmi þetta sem er dettur í núna, það er kona sem að kemur fram á lostanfenginn hátt upp á sviði, en samt segir hún,
Þú átt bara að passa þína hugsanir, ég má klæða mig eins og ég vil. En ég kannski upp á sviði í kirkju. Gott dæmi. Og það getur líka verið maður muni, sem tælir á lostafingan hátt, en felur svo bak við að, ég ber ekki ábyrgð á því hvernig þú hugsar. Þetta er Jezebel. Næsta er siðferðishrörnun. Og þarna kemur fram í Jezebel losti, öfugaháttur eða perversion. Næsta er tæling, fer í hlutverk fórnarlambsins til að láta þig vorkenna sér. Þráir athygli og hefur djúpa tilfinningalega þarfir sem til dæmis maki hennar mætir ekki. Jezebel myndar náin gagnkvæm sambönd. Það sem hún sækist eftir því að þörfum hennar er sinnt ásamt því að mæta þörfum þess sem hún er að tæla. Hún getur verið vingjarnleg, samúðarfull, með skilning á særindum annarra og kæfir aðra með ráðum og athygli. Ef Jezebel snertir hjarta þitt þar sem að enginn hefur áður snert og hún skilur þig þegar enginn annar skilur þér, þá er Jezebel að leita að opnun. Næsta er blekking. Stundum nota Jezebel andinn, konur eða menn, án þeirrar vitundar. Sem sagt andinn er að starfi gegnum manneskjan án þess að manneskjan fatti það. Og fólk er jafnvel blekkt til að trúa því að þau séu að gera rétt og góða hluti. Til dæmis að þau séu send til að siða aðra með stjórnum. Sumir lifa í óleystum sársauka úr fortíð þar sem að vantar lækningu. Án bænar fyrir innri lækningu og lausn, þá spillast andlegar gjafir þeirra sem hafa þennan anda. Þau halda að sér stíga fram í heilugum anda, en það er allt annað andi sem er að stjórna. Og þetta það rosalega sorglegt, því fólk heldur kannski að þau séu að gera Guðs vilja, en það er allt annað stjórnun að afla bak við það. Næsta er sama sannleika eða lög, góð í lygum eða hálf sannleikum. Til dæmis kemur það fram, Guð gaf mér sérstaka náð fyrir að gera og fyllti neyðirnar. Hún má gera ákveðna hluti eða hann má gera ákveðna hluti sem er samt öllum öðrum bannað. Næsta hefur mikla aðlögunar hæfni. Er oft lostafull, hóflaus og holdleg, en getur líka verið kröfuharður bókstafstrúarmaður. Þarna sjáum við, það er ekki alltaf skýrt hvernig hún kemur fram. Getur verið málsvari kynferðislegs hófleysis eða falist undir dulargervi siðferðilegs hófsemis. Vanalega ögrandi og í andlitum á fólki. Alveg upp í þær, en stundum heldur sér tilbaka og er meira slóttug og límsk að koma sínu að. Getur verið bæði. Ráðskast með en getur líka virkað meðfærileg. Á sama tíma hún vinnur niðurrifsverk sín á bakvið grímu falskrar samþykktar. Þykist vera sammála en er samt að vinna bakvið tjöldin að fá sitt fram. Og takk eftir þessu, Jezebel getur sett upp gott leikrit og getur stuttastund blekkt einhverja, en ávöxtur hennar mun verða sýnilegur. Eyðing, sundrung, yfirlæti og valdagræðgi er allt umkring. Starfandi Jezebelar innar kirkjunar í hinu spádómlega. Jezebel nærist á vitrunum og opinberunum. Guð sýndi mér hitt og þetta. Og reynir að stjórna spádómum. Jezebel líkir eftir innsýn heilags anda, sem leið til að stjórna og stýra hegðun fólks. Hún er sjálfskipuð spámannleg rödd með erindi til að kenna og kynferðislega tæla.
Og við höfum heldur betur orðið var við það á síðustu missurum í Bandaríkjunum, sem að margir predikarar, eða ýmislegt að koma fram í dagsljósið á kynferðislega sviðinu meðal annars. Þarna Jezebel sem hefur ekki verið rekin út. Og fólk á sviðinu og svo kemur ykkur beinagrind úr skápnum upp á yfirborði sem ekki búið að gera upp. Og manneskjan enn bundin að þessum anda. En Guð að hreinsa kirkju sinna, trúi ég. Og það gott. Þá getur fólki iðrast og fengi endurreist hjá Drottni. Það mikilvægara að vera opinberaður og fá endurreist heldur að standa fram fyrir heilugum Guð einn daginn með allt þetta á bakinu óuppgert. Þannig að þegar Guð opinberar, þá það gott, munið. Ef einhver segist hafa orð frá Drottni, þá skaltu spyrja spurninga. Láttu það fara í gegnum próf. Ekki trúa öllu sem sagt. Finndu út hvort að einhver getur ábyrgst það að hún eða hann gangi með Drottni í siðferðislegum hreinleika og staðfestu í kenningum. Heilagur andi ekki hræddur við það að við látum orð sem eru flutt fyrir heilagan anda fari í gegnum prófum. Heilagur andi kann að meta það, trúi ég, að við trúum ekki hverju sem er sagt. Númer 2 í kirkjunni, lækning. Áður en þú leyfir nokkrum manni að leggja hendur við til lækningar, þá hafðu ábyrg tengsl við manneskjuna. Það ætti að vera prestur eða trúboði sem þú bærir traust til. Þekktu til hans eða hennar sem biður fyrir þér og hvort þú hafi fortíð í kukli eða falsk trú. Þó þú meina vel, þá gætu þið haft virka bölvun á sér sem hefur ekki verið útrýmt og brotin. Og Bob Lasson segir í bók sinni, ég hef oft rekið út Jezebel anda úr fólki sem gáfust undir galdraafl frá öflugum guðsmönnum, svokölluðum. Þannig að ykkur stór nöfn í kristna heimi er ekki ávísun á það að hann eða hún sé fyllt heilugum anda og aðeins heilugum anda. Númer 3 í kirkjunni, afvega leiðir bænahernað. Jezebel elskar að starfa í hinu yfirnáttúrulega, sönnu og fölsku. Þar sem að heilasanda fólk starfar í að leysa fólk frá illum öndum, þá mun hún reyna að spilla ferlinu með fölskum, þekkingar eða visku orðum. Hún nefnir anda til staðar gegnum opinberun, án nokkurra sönnunar að þeir séu til staðar og fær óviðeigandi svokölluð orð frá Drottni synd viðkomandi í lífið þess, fullyrðir kynslóðasynd sem er ekki til staðar eða eitthvað sem að leiðir þig afvega það þú ert að biðja. Jezebel gæti tekið yfir bæn þegar verið að biðja að fólk verið frjálst. Ein leið til að spotta þetta er harka hennar og kröfur gagnvart manni sem þiggur þjónustuna eða bænina og lítil tillitssemi í garð manneskjunnar hvað hún er að gangi í gegnum. Það er þessi harka. Númer 4 í kirkjunni, kennsla. Hvert sinn sem bænahópur eða heimahópur hefur einstakling sem að tekur yfir með valdi og segir öðrum hvað þau skuli gera, sérstaklega þegar forstaðan eða sá sem er að leiða hefur ekki verið upplýstur það. Númer 5 í kirkjunni, öfgafull stjórnun. Reynir að stýra persónulegum atriðum þíns lífs. Og þetta getur verið leiðtogar í kirkjum jafnvel. Í staðinn fyrir að þú leitar Guðs hlutina og það treysta þeim að þau heyra frá Guði. Skiljið. Og þau reyna jafnvel að stjórna það hverja þú hefur sem vini eða maka. Það er Jezebel. Og það kemur svona til dæmis, ef þú yfirgefir þessa kirkju, þá munu XXX slæmi hluti gerast fyrir þig. Stjórnun. Þetta er bölvun, þetta er orðabölvun frá Jezebel anda. Ef að prestur eða ykkur talar og púltið þannig. Ef þú yfirgefir okkur, þá gerast slæmi hluti fyrir þig. Þannig ef við lendum ykkur til mér í svoleiðis, ég hafna þessi Jesú nafni. Það er bara svarið.
Eins eru þeir sem að reyna að stjórna ákvörðun þínu með, svo segir Drottinn, nálguninni. Númer 6. Ræðst á forystuna. Sækist eftir að taka niður leiðtoga gegnum tælingu eða vinna aðra gegn leiðtoganum. Og þetta kemur svona fram. Þú gengur yfir mig og þú munt greiða fyrir það. Þannig er hegðunin. Vill vera áhrifastöðu og sem næst leiðtoganum til þess að hafa áhrif. Stjórnin gegnum hann. Virðir ekki konu forstöðumanns og vill taka hennar stað í ráðgjöf og samþykktum. Kemur sér fyrir. Næsta í rauninni, ekki ábyrg frammi fyrir neinum. Gerir engum reikningsskap gjörða sinna, ekki einu sinni fyrir forstöðumanninum. Leitar ekki endilega forystustarfs í kirkjunni, enda þarf að standa í ábyrgum skilum þar. Hún er andlegu flakkari, skapar óreiðu hvert sem hún kemur. Og það síðasta, vill vera andleg fyrirmynd. Jezebel virðist oft vera mest andlega manneskjan í söfnuðinu. Virðist, full af andlegri innsýn, full af spádómsorðum og jafnvel með greinandi ráðleggingar. Jezebel reynir að læsa sig á mann eða konu sem sannarlega er smurð og reynir að afbaka þessa smurningu Guðs á þeirri mannesku og spilla þannig þeirri köllun sem er á henni. Þegar þú áttaði á að Jezebel andi er á störfum, þá er sanngjarnt að biðja prófun með eldi eins og Elía gerði gegn falsbánum Bals. Það sem Jezebel er að skipta sér að, reyndu það með prófu til að sjá hvað er í raun og veru af drottni. Þegar Jezebel er opinberuð, þarf fólk Guðs að sýna staðfestu. Að skera sig sjálf algjörlega frá þessum anda. Kötta stundum á tengslin jafnvel. Eða þessa upplýsingarlínu á milli sem að þú finnur þungan af að er ekki uppbyggileg. Hún er ekki í anda Guðs. Þú finnur það eitthvað truflunana. Kötta á samskiptalínunar. Dæmi í söfnuðunum. Kona mætir í ráðgjöf hjá forstöðumanni og tælir hann. Eða djákni sem leiðir uppreist gegn forystunni. Eða uppreista gegn ungur maður gegn prestinum. Ef Jezebel andi eða Jezebel ræðst inn á svæðið þitt, þá krefst það tafarlausrar athygli. Mér finnst þetta gott að minna sig á. Það á ekki að sussa á það og ýta undir teppið, treysta því bara já, Guð sé bara þetta verður allt gott, þetta er óþægilegt. Nei, það á að tækla það. Getur sagt aftur. Ef að Jezebel ræðst inn á svæði þitt, þá krefst það tafarlausrar athygli. Og þess vegna er ég að nefna öll þessi atriði svo að við aukum greiningu okkar þegar Jezebel fer af stað í kringum okkur eða í samfélagi trúara eða í fjölskyldu okkar. Hvað svo sem við erum, að við spottum þessi einkenni og við förum beint gegn því. Ekki berskjalda bak þitt fyrir Jezebel. Hvað þýðir það? Vert á verði. Ef þú stendur gegn vélræðum Jezebelar, þá gæti manneskjan snúið málinu við algjörlega og skotið sendiboðan sem að reynir að hjálpa. Þeir sem díla við Jezebel, þau þurfa frí reglulega frá manneskunni til að jafna sig og anda. Slagur við Jezebel krefst þrjósku, staðfestu og skuldbendingu. Jezebel myndi elska það að fólk lýgist og brotni undan álaginu. Eins þarf pásu til að hlaða sig tilfinningalega og andlega. Og hérna vil ég minna á manneskja sem er undir áhrifum af þessum anda
þarf hjálp. Hann eða hún þarf elsku og kærleika drottins. Það er kærleikur sem að brýtu niður mótstöðu óvinarins í lífi okkar allra, kærleikurinn. Þannig að þegar þú stígur inn í og ert að reyna að hjálpa mannesku að leysast undan þessu stjórnunar anda, þá krefst það virkilega að það mun taka tollaður. Og ég hef lent í þessu og það var erfitt. En í dag er ég þakklátur Guði fyrir reynsluna til að skilja betur hvernig ég díla þetta næst. Og það er það sem að ég vona að við lærum að, því ég með grunar að margir hérna hafa lent í Jezebel á ævi sinni. Og jafnvel er að glíma að Jezebel í dag. Fæði ykkur að hendur? Nei. Þetta kemur reglulega inn á borðið, sko. Ok, ég ætla að halda áfram í smástundu viðbót. Algengar rætur Jezebelar. Hvers vegna er fólk undir áhrifum þessa anda? Það er alltaf ástæða. Það fyrsta sem ég ætla að nefna, kynferðisleg misnotkun. Þannig oft er fólk undir ægivaldi óheims anda vegna ykkur slæms sem hefur verið gert við manneskjuna. Er það sanngjarnt? Nei, en djöfullinn spyr bara ekkert að því. Hvað er sanngjarnt? Hann fer bara og ræðist inn það sem er opnun. Og kynferðisleg misnotkun er mjög rangt. Það er synd og það er ilska og þar starfa djöfullinn og ræðist inn. Meginhluti þeirra, eða 90%, hafa verið nauðgað, lent í syfjaspelli eða misnotkun. Það sem andinn Jezebel er hinn sterki, sem sagt ríkjandi andi í lífi manneskjunnar, með æðstu stöðu jafnvel. Og Bob Lasson segir, hann á yfir 50.000 exorcisms, eða að reka út fólki sem eru skráð, pluss það sem gerist í kirkjum, yfir 50.000 skráð case, og hann segir að yfir 50% tilvika er Jezebel á toppnum. Það er svolítið mikið. Og við sjáum, ef við hugsum Ísland, þá sjáum við þennan öfgafeminisma mjög sterkan. Það er hluta til Jezebel, segi ég. En líka öfgafeminismi kemur fram oft með líka bara hatur, gagnvart karlmönnum, eða yfirvaldi, eða uppreisn. Rólegur þetta, eins og ekki út af ykkur. Ekki stæla. Rólegur. Skulum halda áfram. Þessi ilska, þessi misnotkun, það sem ég nefndi, er nánast alltaf sjálfkrafa réttur illra anda til að virkja forna bölvun af viðkomandi. Ef að sé ykkur lifandi, virk bölvun, í gegnum syndi forfeðranna, afi misnotaði, afi var segur syfjaspell, bara lítið dæmi, ég vil lenda í þessu nokkru sinnum, þar sem að syfjaspell forfeðra var bölvunin sem að gaf opnun svo að Jezebel seinna í lífi mannesku. Satan starfar ekki eftir einhverjum illa skilgreindum reglum alheims réttlætis. Aðalega er vandamáli skortur á hjálp við áfallinu sem fólk lendir í. Að óvinur nær fótfestu, ráðgjöf, meðferð eða innri lækning er nauðsynleg til að hjálpa mannesku vera frjáls. Án inngrips fyrir brotaþolann, þar sem að fylgir er oft óleystar tilfinningar af reiði, hefnd, hatri, gegn geranda og karlmönnum almennt. Númer 2. Höfnun frá föður. Föður á að kenna dóttur hvernig maður kemur fram við konu. Kona án föðurkærleika er mögulegt fórnarlamb Jezebelar. Númer 3. Hatur á mönnum. Slæmar karlkyns fyrirmyndi, til dæmis föður. Segjum svo að 5 ára barn getur ekki treyst tilfinningu sínum eða líkama fyrir sínum eigin föður.
hvaða manni getur hún þá treyst? Hatur á mönnum snýst yfir í að meiða menn. Jezebel sannfærir kvenkyns fórnarlömb sín að allar ályktanir hennar menn voru réttar. Svo eina leiðin til að lifa af með manni að blekkja og stjórnast í þeim. Og það gert á sama hátt og pabbi gerði það. Með kynlífi eða slóttugum tilfinningareglum, til dæmis, menn hafa bara áhuga einu, þetta heilkenni. Allir menn eru eins. Eða, það engi góði menn að núti. Þekkjum þetta. En þetta sorglegt, en þetta ræturnar. Það höfnun, það ykkur ill meðferð og það ykkur misnotkun. Hvernig nálgast maður mannesku með Jezebel anda? Illir andar hafa opnað dyr, gegnum ætt eða núverandi syndir. Mikilvægt að greina á hverju Jezebel nærist á hér og nú. Hvað það sem að drífur hatrið núna? Geturðu nefnt 1 eða 2 tilfinningar sem þú finnur svo sterkt fyrir þínu lífi? Það góð byrjun. Hæfur þjóðdrottinn sem að leitast eftir því að hjálpa fólki að leysast undan Jezebel og reka hann út, þarf að taka sér tíma og finna hvaða leyndu sár og röskun eru í fortíð viðkomandi. Við ætlum að endurtaka þetta. Finna hvaða leyndu sár eru til staðar. Hvaða röskun til staðar í fortíðinni. Þannig byrjiði að hjálpa fólki. Hvernig náðu þessi illu andi að koma sér fyrir? Í gegnum hvað? Þessi djúpu sár eða illu hugsanir verða að vera læknaðar og lagfærðar. Og þarna getur komið ófyrirgefningin. Þá verðum við að koma með það fyrir drottinn. Og segja við drottinn þrátt fyrir ég lenti í þessu, þá veit ég að ég á fyrirgefa. Ég veit að ég hef ekki rétt á að hafa neitt biturleika sama hvað ég gert á minn hlut. Þú fórst á krossi fyrir mig og fyrirgafst mér alla mína syndir. Og þessuna orðið segir, ég á að fyrirgefa öðrum, þótt að ég lenti í alls konar. Það getur verið reiði, það getur verið hatur. Þarna þurfum við að hjálpa manneskjunni að koma og iðrast og losa allar þessar tilfinningar til þess að Jezebel hafi ekki grip lengur á manneskjunni. Og þá þetta að fara að reka hann út. Ef að fólki fast í biturleika, þá mjög erfitt að losa hann anda af fólki. Það þarf að fá lækningu á þessum tvistuðu tilfinningum. Mikilvægt að þekkja hvenær Jezebel starfar út frá sterkum stað. Rífa fyrst niður þessi tilfinningalegu vígi og lögheimildir. Af því óvinur hefur lögheimild í gegnum ófyrirgefningu, í gegnum stolt, í gegnum óuppgerða synd. Það ýmsar lögheimildir sem óvinur getur haft af viðkomandi, að vera í falstrú, að vera að iðka ýmislegt í nýöldinni, heimild fyrir óvinna að starfa. Kannski þarf viðkomandi að fá þjónustu lækningar á sálina. Ráðgjöf og bænaþjónustu til að eyða undirstöðum Jezebelar áður en ráðist á andan. Ef þú tekst á við Jezebel, vertu undirbúin með bænastyrk og fylltur heilugum anda af vopni. Oft starfar andi Jezebelar ef að fólk að upplifa andlega misnotun, sem sagt þau fá heimsóknir á nóttu til jafnvel og andar að gera kynferðislega hluti við þau. Og þetta algengara en þið vitið. Þá oft Jezebel líka þar. Hvað skal gera ef búið að greina hlutlagt eða andlega að Jezebel sé innan safnaðarins, innan kirkjunnar? Svarið leyfið ekki slíku broti að viðgangast áfram án aga. Og muni hvað Páll kennir í bréfum sínu,
Ef ykkur syngar, þá að fara til manneskunnar og leiðrétta hana og konfronta syndina. Ef manneskjan iðrast, frábært, út búin að vinna hana, að margar syndur undir blóðinu þá. Ef að viðkomandi lætur sér ekki segjast, þá á að taka 1-2 vitni með og áminna manneskjana aftur. Ef að manneskjan vill ekki láta segjast, þá á að segja söfnuðinu það til þess að manneskja geti iðrast. Og ef manneskja vill ekki iðrast og er enn föst í stolti og hroka, þá á að ýta hún út í söfnuðinu. Þetta segir Páll. Og á okkar mannlega hátt finnst okkur þetta rosalega hart. Já, en á ekki kærleikurinn að flæða yfir allt? Jú, en það eru reglur innan safnaðarins að því slæmur félagsskapur spillir góðum siðum. Þannig að við þurfum að hafa jafnvægi þessu líka. Ef andi Jezebel er á verki, þá er það andlegt krabbamein sem mun dreifast út og menga stærri og stærri hluta safnaðarins. Hvað sem þið gerið, látið ekki drottinn dæmi þetta mál bara. Vegna ótta afleiðingar þess að horfast í augu við Jezebel, eða þetta muni koma ykkur uppnám. Ef slík er staðan, þá hefur valdataka Jezebel þegar farið of langt. Þetta er beint frá Bob Lasson sem hefur reynslu. Hann er yfir 8 ára í dag. Hann er búinn að starfa í ríki Guðs í meira en hálfa öld og hann hefur verið að þjónusta til 1000-2000 manna að leysast undan þessum anda. Hann þekkir í dag, hann veit hvað hann er að segja, ég treysti þessu. Af því ég hef séð hann anda að störfum og ég hef séð hvaða eitur það getur valdið með illmælgi, með að sá fræjum illinda meðal bræðra og systra, að fólk fer jafnvel að sjá bræður sína og systur öðrum augum heldur en er hreint frammi fyrir drottni. Páll talar líka mikið það í ritningunni að við höfum ekki að láta deilur vera á milli trúsystkina. Og Siggi hefur predikað þetta hérna nokkur sinnum, að við höfum að passa að það sé eining í söfnuðinum. Það er mikilvægt, að því að kraftur Guðs er í einingunni. Þegar er sundrung á meðal trúsystkina, þá er engin kraftur Guðs. Og þess vegna er einingin svo mikilvæg, þess vegna setur Páll þessar reglur fyrir söfnuðinn. Ef að manneskjan er viljanlega í uppreist og vill ekki láta sig segjast vegna stolts og hroka, þá eru reglur það, annars verður þú að ýta henni út úr söfnuðinum til þess að hún getur átt tíma til að verða réttlætt fram fyrir Guði sínum. Af því að ef við umberum allt og líðum allt, þá heldur Jezebel áfram að eyðileggja og sundra. Hvernig er lagið, Steinþór? Er systkini dvelja saman? Sjá hversu fagurt og yndislegt er. Ef systkini er bræður dvelja saman. Það er einingin. Ekki systur. Það má ekki. Áður fyrir með umræður, ég ætla aðeins að klára þetta. Það er ekki að ræða þetta. Manneskjan þarf að viðurkenna að hún þurfi hjálp. Það er mjög erfitt að hjálpa manneski með Jezebel, sem að sér ekkert rangt við sig. Stoltið. Flestir hafa ekki hugmynd að vandamál þeirra eru demonic. Ekki allir sem hafa þennan anda eru reiðubúnir að gefa upp aðstoðina, svokallaða, sem þau halda að andinn gefi þeim. Þegar Jezebel hefur gert sig inngróin í manneskuna, þá er erfitt að losa, af því hún er orðin samdauna persónuleika manneskunar. Og manneskuna er erfitt að greina á milli. Hvað er hún og hvað er Jezebel? Já, ég hef alltaf verið svona. Hvort sem hann er í mannesku, eða í kirkju, eða hjónabandi, eða í vinasambandi. Númer 2. Manneskjan þarf að iðrast fyrir stolt og synd.
Númer 3. Hún þarf að fyrirgefa öllu sem hafa sært hana í fortíð. Þá hægt að reka Jezebel og fylgdar anda burt, til dæmis anda stolts eða Leviathan. Þannig að ég ætla að stoppa hér og ég ætla að opna fyrir umræður Jezebel. Við skulum passa orðin okkar, en ef það eru með spurningar eða eitthvað sem ég vilja bæta við, þá ætla ég að opna fyrir það hérna núna. Svo ætla ég að opna fyrir að við byggjum saman. Við höfum öll einhvern tímann á ævinni lent í að sé verið að ráðskast með okkur, lent í því að sé verið að reyna að stjórna okkur. Það geta verið þess vegna fólk sem er nákom okkur og við elskum. Geta verið foreldrar, geta verið systkin, geta verið börn okkar. Það getur verið fyrrverandi forstöðumaður okkar. Það getur verið einhver sem er nákominn og hefur haft ægivald á þér í gegnum stjórnum. Það getur verið eiginmaðurinn. Og þá er ég ekki hér til þess að setja ykkur uppi vegg, heldur að við förum saman með bæn að losa öll óguðleg bönd sem hafa komið í gegnum árin í gegnum stjórnum. Þannig að við bara slítum það okkur í Jesú nafni. Við ætlum að gera það eftir, en við skulum opna fyrir umræður ef ykkur vill bæta við að spyrja. Mér langar að